Góða kvöldið, kæru áhorfendur, og verið velkomin með okkur hérna í Akraneshöll. Örn Arnarsson, fulltrúi ÍA-TV, heilsar ykkur hér á þessu mánudagskvöldi. Það er mánudagskvöldsfótbolti. Það er svona eitthvað skæ í því. Monday Night Football, það er það sem að skiptir máli, og hér framundan er, óvænt útsending hjá okkur. Við fréttum bara af því í dag að þessi leikur sem átti að fara fram milli ÍA og Fram í Lengjubikar kvenna átti að fara fram í Reykjavík í kvöld, en veðrið er ekki búið að vera neitt upp á sitt besta, þannig að leikurum var færður hérna í Akraneshöllina, og við að sjálfsögðu í starthólunum alltaf, og tökum slaginn og ætlum að sýna þennan leik beint. Þessi lið að spila í C-deild í kvenna, þetta er riðill 2. Fram búið að spila einn leik, tapaði honum í að sigraði Hamar hérna í fyrstu umferðinni í sínum fyrsta leik, en Fram tapaði 1-0 fyrir KH. Og en það er nú gaman að segja frá því að á sama tíma núna eru Skaga strákarnir að spila. Það er hálfleikur gegn Stjörnunni í A-deildinni í riðli 2. Það er í nýju höllinni sem að heitir víst Miðgarður, en sumir kalla, Pollinn eða eitthvað álíka í hálfkæringi. En við skulum drífa okkur í að fara yfir byrjunarliðin hér í kvöld. Hér sjáum við það er komin nýr markmaður í Skagalið. Brooke Ann Jones, númer 1, er að þreyta frumrinn sína hérna í kvöld. Það verður spennandi að sjá hana, hvernig henni reiðir af. Númer 5 er Lilja Björk Ólafsdóttir, númer 7 er Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 9 er Erna Björt Elíasdóttir sem var, valinn maður leiksins í hér gegn Hamri. 2 mörk, stóðsending ef ég man rétt. 15 Marietta Helgadóttir, númer 19 Anna Þóra Hannesdóttir, 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, númer 23 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, númer 27 Unnur Ýr Haraldsdóttir. Hún er fyrirliði, hún misti af síðasta leik. En á móti sjáum við það að Bryndís Rún Þórólfsdóttir ekki í hópnum í kvöld. 51 Ylva Laxdal Unnarsdóttir hjá Fram er liðið þannig skipað í markinu. Númer 1 er Elinóra Ýr Kristjánsdóttir, númer 4 er Anna Katarína da Costa Bral, númer 5 Auður Erla Gunnarsdóttir, númer 6 Kristín Gyða Davíðsdóttir, númer 7 Ásta Fanney Hreiðarsdóttir, númer 8 Guðlaug Embla Helgadóttir, númer 15 Oddný Sara Helgadóttir, númer 21 Svava Björk Hölludóttir, númer 22 er fyrirliðin Erika Rún Heiðarsdóttir, númer 26 Þórildur Elín Ásgeirsdóttir, og númer 27 númer 28 fyrir gefiði Sunneva Gísladóttir. Varamenn hér í kvöld, varamarkmaður Skaga kvenna er Salka Hrafns Elvarsdóttir, númer 12. Aðri varamenn eru Sigrún Egla Unnarsdóttir, Telma Björg Rafnkelsdóttir, Ardís Lilja Eggertsdóttir, Sunna Rún Sigurðardóttir, Katrín María Ómarsdóttir og Kolfinna Eir Jónsdóttir. Magnea Guðlaugsdóttir er þjálfari, og hjá Fram Karen Dögg Hallgrímsdóttir, Ólöf Ragnarsdóttir, Berglind Reynisdóttir, Þórdís Ösp Benediktsdóttir, Alma Dögg Magnúsdóttir, Acosta Sóley Rut Þrastardóttir. Þær eru varamenn, og engin önnur en Anita Lísa Svansdóttir, þjálfari Fram, auðvitað fyrrverandi þjálfari meistaraflokks kvenna hjá ÍA, og var einmitt líka þjálfað mikið í yngri flokkum, kvennaflokkunum hér fyrir nokkur mánuðum síðan. Gaman að sjá kunnulega andlit. Dómarar hér í kvöld, sjáum þá hérna í miðjurhringnum Ólafur Brynjar Bjarkason og Arthur Helgi Gíslason, og Gilmar Þór Benediktsson eru aðstoða dómarar. Og þá styttist nú í að þetta allt saman geti farið á stað. En þá svona rétt tæpar 2 mínútur í leik, 1 mínúta í leik. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með því hvernig framvindan er verður hjá Skagamönnum, strákunum í Garðabænum. Fram lék í annarri deild kvenna síðastliðið sumar og komst þar í
úrslitakeppni en enduðu neðstar þar af 4 efstu liðunum þar sem að Fjarðabyggð Höttur fóru upp sigraði þá úrslitakeppni en Fram sat eftir. Og þessi lið hafa nú ekki mæst oft áður en það verður gaman að sjá hvort að Skagaliðin er að fylgja eftir. Góðan leik hérna fyrir rúmri viku en eins og áður sagði, Bryndís Rún Þórhallsdóttir ekki með en í staðinn kemur nú annar reynslubolti Unnur Ýr kunnuleg varnarlínan hjá Skagaliðinu. Þetta er sama varnarlína og var hér í síðasta leik. Marey og Anna í miðvörðunum. Auðvitað Brúk þarna fyrir aftan en Sandra Ósk og Selma Dögg í bakvörðunum. Það er síðan Lilja Björg þar fyrir framann. Sýnist að vera Erla Karitas og sennilega Dagbjört og Unnur Ýr fyrir framann hana. Fyrir framann Lilju, Ylva út á hægri kantinum. En Erna Björt líklega inn á miðjusvæðinu og svo Erla Karitas, Ylva og Unnur Ýr í fremstu 3 manna línunni. Og þetta er komið á stað. Það er Fram sem að hefur leik. Hér í leiknum gegn Hamri að þá byrjaði Skagaliðið á mjög hárri pressu svona fyrstu 10 mínúturnar og mér sýnist þær ætla að vera að fara í sama gírinn hérna strax í byrjun. Setja smá þrýsting á framliðið. Og það sé nú ekkert orðið sérstaklega framliðið en þá. Það er Lilja Björg með tækifæri hérna á löngu innkasti strax í upphæðu leiks. Kemur boltan minúti, Ylva missir á honum, Erna nær ekki valdi á honum. Sandra hérna í baráttunni, Dagbjört síðan skallar þetta í áttina að teiknum en Fram stúlkur ná að koma þessu frá en Selma Dögg kemur þessu bara beint inn og tegin aftur eða að teiknum. Og það er síðan Auður Erla sem að reynsar þetta fram með beint á Lilju Björg sem er búin að vinna boltan, kemur hann með Unni, fær hann aftur, þetta var erfið sending. Þórhildur, mikil pressa hérna, Lilja Björg komið með boltan aftur. Spila niður á Önnu og ná Söndru eftir á Önnu inn á miðsvæðið, erfið sending aðeins og löng hérna og Þórhildur vinnur boltan. Kemur honum síðan hérna á Önnu Katarínu Bral sem á ekki góða sendingu. Lilja sem með boltan inn fyrir Unnur Ýr er lögð á stað, Unnur Ýr nær á boltan, kemst fram hjá Elinóri í markinu, er á vinstri fótinn, setur hann en þetta er bjargað á línu hér af Auði Erlu. Skulum sjá þetta aftur hérna. Unnur Ýr, skotvinkillinn er þröngur og það er Auður Erla sem að kemst fyrir. Það er fyrsta hotspinnan. Erla Karitas tekur það. Með boltan inn á fjárstöngina, það er ná að skalla þetta frá og boltin séðan yfir allt og innkast frá hægri. Þá kemur Lilja Björg og ætlar að taka þetta langt. Vantar markageymslu hérna í höllinu eins og þið kannski sjáið. Skyggir aðeins á hjá okkur en Lilja Björg með langkast núna finnur hún Ernu. Það er ná að verjast þessu. Bral skallar þetta frá, Selma beintinn og tegin aftur. Unnur Ýr með fína hreyfingu hérna. Nær ekki boltanum. Og Svava Björg kemur út með boltan. Þetta var Erika Rún. Hún á Ástu sem er stígin út hérna og Marey tekur enga áhættur. Setur boltan út af.
Guðlaug Embla tekur þetta fyrir fram. Ná, tegin, annað hérna í mikill í baráttu Bral og ekki dæmt, þannig að Skalið næra að losa pressuna. Og út af. Á Guðlaug aftur með kastið upp í hægra hornið. Þar var Ásta, setur hann tilbaka. Kristín Gyða í áttina teignum. Marey sopar þetta upp hérna og hreinsar þetta frá. Ágætis pressa hérna frá framliðinu akkurat núna. Þessi lið sem fyrr segir verða saman í annari deild kvenna í sumar. Ásta tilbaka en sendingin ekki nákvæm. Og Skaliði fær innkast þegar 4 mínútur eru liðnar. Sandra kastar upp til línunni og þetta er sennilega Fram sem á þetta innkast, já. Boltinn af Lilju. Fínt hlaup hérna inn á teiginn. En Selma hreinsar þetta frá. Erna kemst í boltan, nær ekki almennilegu valdi á boltanum hins vegar. Gefur það ekki eftir. Svafa síðan finnur samherja inn á miðsvæðinu en Skalið pressa vel. Erna spræk hérna. Unnur lítur upp og leggur síðan af stað, er komin hérna upp í vinstra hornið. Þar mæti henni nokkrar hérna. Erika Rún fyrirliði kemur þessu frá og innkast. Oddný tilbaka. Þetta var alls ekki svo fjarri lagi. Sjáum hérna bara ákveður strax að láta vaða. Þetta er rétt yfir samskiptunum hann að vinstra megin. Inn fyrir á Erlu Caritas, hún leggur hann á Unni sem að kemur sér með fyrirgjöfina. Elinóra lendir að ekki í upphafi síðara hálfleiks. Það er langt upp eftir línunni hérna. Sandra kemur þessu frá en ekki út af. Aðeins svo langt og út af. Þetta er skemmtilega gert þarna hjá Ástu en náði ekki að komast alla leið. Lilja ánir sendinguna í gegn á Ástu Fannu en Anna Þóra á undan. Það verður ekki ennþá reynt á hana af neinu viti. Síðan fram á við. Erna Björk með fínt hlaup hérna. Kemst fram. Björk með frábæra snúning og fer síðan bara í skotið og henni vel yfir markið. Áhugaverð. Fyrsta móttakan sveik hann aðeins en síðan það sem kom á eftir var í fínu lagi en skotið ónákvæmt. Það er Elinóra sem að spyrni frá markinu og Bral næra framlengja þetta. Það er vinna boltan hérna aftur en Dagbjörn vinnur vel tilbaka, finnur síðan hérna Ernu. Erna reynir að læða honum í gegn á Ilm og tegin henni aftur fyrir markið. Biðinsvelvengar á tengingunni hérna. Við erum eitthvað að missa sambandi og vona að það verði ekki mikið framhald af því. Eitthvað sem að við ráðum illa við sjálfur. Hér treystum við bara að netið haldist sæmilegt hérna í höllinni hjá okkur. Lilja aðþrengt hérna en gerir þetta virkilega vel, kemst fram hjá Bral og losa síðan bara boltan. Já, en verðum við að missa sambandi hérna en ég vona að við erum svona búin að gera einhverjar tilraunir til
nettengingin haldist betur, vonum að það gangi, en annars bara byggðist við velveringar á þessu þó að þetta sé nú ekki okkur að kenna sjálfum. Marey með sendinguna út til hægri, Selma á Dagbjörtu, hún á Marey, þetta er vel ágætlega spilað, en Dagbjört síðan með hælsendingu hérna og út af. Það kemur auður. Erla kemur Bral, hún skallar þetta aftur fyrir sig. Lilja í smá vandræðum hérna og Ásta Fanney nær að vinna boltan fyrir fram. Þessi ekki út af. Það mætti Arthurs Helga sem var vel staðsettur til að sjá þetta. Kemur kastið, Bral gerir vel en Lilja brýtur á henni og já, nú ætla ég að rétt að vona að vandræðum okkar sem loki með nettenginguna hérna. Ég vona að þið heyrið í mér núna. Þetta er ekki alveg að gera sig akkurat í kvöld. En já, en þetta er allavega að rúlla í háku núna. Kemur sendingin fyrir markið. Það reyns þetta frá Erna aftur út á Ylfu sem kemur þessu aftur inn á tegin. Það ná að verjast þessu. Vantar hérna að gulu treyjurnar og tegnur ráðast á boltan. Marey setur hann eftir jörðina á Unni sem ætlar að hlaupa yfir hann hérna. Dagbjört fer síðan í skoti rétt fram hjá markinu. Fínasta skot hér hjá Dagbjörtu. Hirðir hérna frákastið eftir þetta. Fer bara beint í skoti og þessi stefnir í hornið lengi vel. En skrúaðist fram hjá stönginni. Enda markalaust. Skalið búið að ná að ógna aðeins. En ekki svo sem fengið dauðafæri ennþá. Það var það Brúk. Spila til hliðar á Önnu. Róa þetta aðeins niður. Staðan ennþá 2-0 hjá Stjörnunni og IA í A-deild kalla. Kemur langur bolt í gegn og þetta er lesið af Erikur Rún fyrirliða. Ylva tók sénsinn hérna á hlaupinu inn fyrir. Gríðarleg stemning hérna í stúkunni. Þá koma Framarar. Sendingin fram, Selma les þetta og Önnuri lætur boltan fara út af. Svava Björk hérna að reyna að finna Þórildi uppi vinstra horninu, gekk ekki. Auður þá með innkastið. Kastar inn á miðsvæðið og þar er Oddný Sara að tekur snúningin, enda með boltan. Sendingin frá henni beint á Ylfu Laxdal og þá geta þær sótt hratt hérna. Erna Björk fyrir framann, Erna Karitas einnig, fær boltan hér. Nær hún að, nei, skotvinkillinn lokast aðeins. Sendingin fyrir markið og Erna Björk rétt missir af boltanum. Aðdragandinn að þessu færi góður en Erna klaufið þarna upp við markið. Sjáum þarna Erna Karitas missir boltan aðeins. Það er í rauninni alveg, það er bara millimetra spursmál að Erna ná að pota honum yfir línuna þarna. En þurfum við að bíða eftir marki hér. Það er ennþá einhver svona erfiðleika með neti hjá okkur. Við
Erum að reyna að finna út úr þessu. Kemur sendingin í gegn, rangstaða dæmd. Þá kemur Marey, setur hann tilbaka á Brúk. Þannig á Önnu Þóru. Anna finnur Ylvu. Ylva á Lilju, ónákvæm sending. Lilja með hörku tæklingu þarna löglega. En hún fann fyrir þessu. Hún Oddný. Já, hún jafnar sig á þessu, en innkast sem að fram á. Oddný aðeins fundi fyrir þessu, við sýnist hún vera hreinlega að fara að setjast á varamannabekkinn. Eða hvort hún að fá bara smá kælingu. Allavega vonum við að það sé ekki alvarlegt. Kemur sendingin upp í hornið, skallar frá Dagbjörtu. Hún finnur Lilju sem að setur hann út af. Já, mér sýnist viðgerð okkar á því sem var að hrella okkur hérna hafa gengið upp. Og það er að meðan er. Hér er dæmt aukaspyrna á Söndru Ósk. Fyrir brot á Bral hér. Og aukaspyrna á hættulegu stað sem að framliðið fær hérna. Þegar 90 mínútur liðnar að leiknum. Það er Anna Katarín Da Costa Bral sem að sýnist mér ætla að taka þessa spyrnu. Fjölmenna leikmennin á teig Akurnesinga. Allt skaliðinn á ein vítateig hér. Þessi aukaspyrna er innanlega, þannig að varnarlínan er innanlega líka. Kemur Bral með boltan. Brúk missir af honum hérna og Anna Þóra nær síðan að koma þessu frá. Erda Karitas kemst út með boltan hérna. Þarf að snúa við, setur hann tilbaka á Selmu. Selma aftur á Erlu Karitas sem að leysa þetta ágætlega. Marey á Dagbjörtu. Dagbjört misreiknar þarna móttökuna. Kristín. Marey með fína tæklingu en Kristín er að halda boltan. Dagbjört síðan tógar í treyjuna hjá henni. Og aukaspyrna að sjálfsögðu dæmd. Í rauninni væri mjög auðvelt að rökstiga gult spjald þarna á Dagbjörtu. En hún slapp með skrekkinn. Og framliðið er að ná að byggja upp smá pressu hérna. Brúk virkar pínu óörugg hérna í markinu. Allavega í þessu atviki hérna rétt áðan. Bral með boltan inn á fjársvæði. Það er skallað upp í lofti, sýndist mér að framara. Það eru með boltan ennþá Oddný. Ylva með fína pressu, nær að vinna boltan, reynir að finna Liljun á miðjunni, gengur ekki. Framliðið búið að vinna boltan á ný. Þá fer Erla Karitas í pressuna á Elinóru. Elinóra séðan spyrnir hérna út til vinstri yfir Unni. Og Bral reynir sendingur upp í vinstra horni, gengur ekki. Og út fyrir Bral meiðir sig hér, heldur höfuðið, ekkert og bakið. Það er
Hérna boltinn nei, hann fer ekki út af og þá stöðvað leikurinn rétt áður en boltinn fer út af. Sjáum að Anna Katarína da Costa Bral meiddi sig hérna í þessum viðskiptum sínum. En hún verðist alltaf bara að harka þetta af sér. Spurning hvað verður, hver var með boltan og svo framvegis. Var það Skagaliðið sem var búið að vinna boltan. Allavega boltinn látinn falla hérna niður í horninu. Jú, ÍR-liðið með boltan og framliðið pressar. Kaja nær boltan hérna í miðsvæðinu, nær ekki að komast fram hjá fyrsta andstæðingi en finnur síðan Lilju Björg. Bral með fína tæklingu en Lilja heldur boltanum. Finnur Kaja aftur inn á miðjunni. Hún leggur hann tilbaka á Marey Eddu. Marey horfir upp, setur hann, reynir að finna Ernu Björt. Kemur kastið frá Selmu, hún finnur Ernu og það er væntanlega, nei, það er Fram sem á þennan. Bral gríðarlega sterk hérna en er að hrista af sér tvær Skagakonur en sendingin frá henni er of löng fyrir Ástu og Brúk hirðir hennan nokkuð öðlega. Marey á Selmu, Selma með fína sendingu á Dagbjörtu, Dagbjört á Erlu Caritas, hún tilbaka á Marey á Dagbjörtu, hún tilbaka á Brúk, eftir á Marey, framliðið fellir aðeins tilbaka núna. Anna fór að innan miðsvæðis Erlu Caritas sem er hérna í rauninni á miðjunni núna. Erna Björt upp á topp sem og Unnur Ír sem er að fá sendinguna hérna í gegn en ágætlega lesi hjá Auði. En Dagbjört búinn að vinna boltan hérna, kemur honum á Selmu. Selma komin að upp að vítategnum og fyrir skotið en Elínóra ver þetta. Selma Dögg, Þorsteinsdóttir. Sjáum við þetta fínasta sending hérna í fyrstu snertingu hjá Dagbjörtu og þetta er lúmskot. En Elínóra nær að slá þetta fram hjá markinu og í horn. En þá vantar markið í leikinn. Skagaliðið búið að vera nálægt í. En þá kemur hornspyrna hér inn á fjársvæðið. Ylva í baráttunni, nær ekki að komast í boltan. Bral setur hann frá. Frábær tækling hérna hjá Söndru. Dagbjört með frábæra sendingu inn á Ernu, hún er ekki rángstæð. Erna fer í skotið en fram hjá markinu. Dagbjört er að sína hérna mikið og gott auga fyrir spili hérna á síðasta þriðjungi. Þessar sendingar í fyrstu snertingu hjá henni hættulegar en skotið þarna geigar hressilega hjá Ernu. Fín snúningur hérna hjá Ástu en Anna Þóra vinnur á henni boltan. Sandra síðan í erfiðleikum en kemur boltanum ekki á Samherja. Bral tilbaka á Oddnýju. Oddný með fína snúning, setur hann tilbaka og vörnin Auður á Þórildi. Selma brýtur á henni. Kemur sendingin upp í vinstra hornið aftur fyrir Selmu en Selma er fljótari þarna heldur en Þórildur og setur boltan út af.
Dagbjörn skallar þetta frá, Unnur Ýr. Unnur heldur boltanum inn á, vinnur innkastið. Snögg að taka það, en Svava Björk skallar hann jafn harðan út af. ...69 mínútur liðnar í Garðabænum, þar er staðan ennþá 2-0 fyrir Stjörnuna. Fín vörn hér hjá Eriku Rún. Finnur Oddnýju. Erna Björk vinnur boltan fyrir skagan, Unnur Ýr. Nær ekki að taka hann með sér, vill fá aukaspyrnu, fær ekki neitt. Lætur dómara leiksins heyra það. Veit hann ekki hver hún er? Hverra manna? Ekki það að fólk á ekki að fá neitt fyrir það endilega, en hún hefði ýmislegt til síns máls þarna. Marey gerir þetta vel, Lilja Björg snær að snúa. Tilbaka á Selmu, þetta er dálítið þröngt. Og Þórildur, já, en góð vörn þarna hjá Marey og markspyrna dæmd. Spilar í að liði hérna inn í eigin vítateig og fram pressar. Unnur hleypur yfir boltan, Erla Karítas rétt missir á honum. Svava tilbaka á Eriku. Með sendinguna út til hægri og þarna kemur Oddný úr rángstöðu og Gilmar alveg með á nótunum handaveginn og rángstaða dæmt. Sýnist nú á öllu, sko, þó að Skagalið svona sé öllítið með, já, yfir í leiknum, svona heilt yfir, að þá meðan að staðan er 0-0 þá er framliðið alveg búið að sýna það að þær geta hæglega komið sér í færi og verið hættulegar og stólið stigunum hérna frá Skagaliðinu. Marey á Unni. Þetta er ágætlega að spila. Dagbjörn aftur með sendingun í fyrsta inn fyrir á Selmu. Þetta er glæsileg sending fyrir gjöfun á Erna Björn í skotið en beint á Elínóru. Enn og aftur er Dagbjörn Guðmundsdóttir að sprengja börnina. Sjáu þessa sendingu hérna, hárnákvæm í hlaupið hjá Selmu og vantar aðeins hjá Ernu að stýra boltanum hann fram hjá Elínóru. Farið í bakið á Ernu Björk hér og aukaspyrna dæmd. Já, þetta er bara vænlegt færi, ætla ég leyfi mér að segja, fyrir Lilju Björk. Hún er aldrei að fara að senda boltan úr þessu. Þetta er bara spurningin þá ef hún nær ekki að hitta, ef hún hittir ramman, hver tekur frákast þá? En hún fer í skotið, það er nokkuð ljóst. Hérna kemur skotið en það er beint á Elínóru. Vel staðsett þarna í markinu. Og hún sparkar síðan boltanum upp í rjáfur sem að þýðir að boltinn verður látinn falla. Fín pressa hjá Skagaliðinu. Erla Karítas á við það að vinna boltan hérna. Gerir það síðan fyrir rest hérna. Komin inn á teginn. Það eru fleiri með henni. Boltinn fyrir markið. Ylva Laxdal kemur í að yfir. Frábær pressa hérna sem að skóp þetta. Ylva Laxdal að skora hér á 31. mínútu. Skulum sjá þetta aftur hérna. Erla Karítas með fína pressu, vinnur boltan hérna og gerir allt hárrétt eftir það. Fastur bolti fyrir markið, Ylva á hárréttum tíma og kemur í að yfir 1-0.
Já, hann hlaut að koma að því. Hann hlaut að koma að því. Elinóra gat ekkert gert í þessu. Það tók rúman hálftíma að fá mark í þennan leik. Og það er ekki hægt að segja annað en að þetta sé sanngjarn staða eins og leikurinn hefur spilast, þó að framliðið skal ekkert skilja mig þannig að framliðið hafi verið að spila eitthvað illa, alls ekki. Erna Björk á Ylfu, hún lendir hérna í samstuði við fyrirliðan Erikur Rún. Erla Caritas að vinna boltan aftur fyrir Ía. Sendingin síðan í gegn, Ylfa er að sleppa í gegnin, Elinóra vel með á nótunum hérna og heyrði boltan áður en Ylfa kemst í hann. Bral nær að halda þessum bolta inn á. Átni með sendinguna fram á veið en Anna Þóra kemst á milli. Setur hennan, já, út af. Gerir ég ráð fyrir. Eða, nei, hann hefur farið upp í loft áður en hann fór út af. Stjarnan að bæta við marki. Hjá, í Garðabænum, Emil Atlason að koma Stjörnunni í 3-0. Býðum nú við. Þannig hefði ég haldið að Skagaliðið ætti að spyrna boltanum yfir til Framara. Það gera það ekki, en Framliðið búið að vinna boltan hins vegar bara. En Dagbjörn búin að vinna hann aftur fyrir Ía Lilja út til vinstri. Erla Caritas nær ekki til boltan sem Ylfa gerir það. Sandra upp í hornið aðeins og framalega fyrir Erlu Caritas. En Erika Rún setur boltan út af. Sandra á Dagbjörtu. Þetta er ágætlega gert þarna hjá Guðlaugu. En Skagaliðið búið að vinna boltan aftur. Lilja á Ylfu. Missir boltan. Oddný hyrðir á henni boltan hérna. Kemur hún á Bral. Bral segja með sendingun í gegn. En Anna Þóra gríðarlega snögg hérna. Sendir hann tilbaka á Brúk. Og fær hann síðan aftur frá henni. Og finnur síðan Sandra inn á miðsvæði. Erla Caritas býður sig þar. Sendir hann síðan upp í vinstra hornið og framalega fyrir Ylfu. Og þá er Skagaliðið að spila hérna aftast. Lilja finnur Ylfu en sendi ekki frá henni misheppnast. Brúk kemur út úr teignum. Finnur Marey. Selma lyftir þessu upp í hornið á Erlu sem hann er að taka vel með sér hérna. Erla Caritas aftur komin upp að endamörkum hérna, setur boltan fastan fyrir, þar aftur Ylfa Laxdal og kemur í 2-0. Þetta var bara copy-paste af fyrra markinu og þetta mark hér á 37. mínútu. Þetta er ekki flókið. Skulum sjá þetta aftur hér. Erla Caritas upp að endamörkum, fastur fyrir, Ylfa Laxdal mætir og setur hann auðveldlega í markið og 2-0 fyrir Ía. Staðreynd hér
og já, nú ætla ég að leyfa mér að segja bara að það er bara spurningin hversu stór munurinn verður. Það virðist einhvern veginn vera að opnast einhverja flóðgáttir hérna. Ylva Laxdal farin að eldast í þrennuna bara hér. Finnur, kemur á Ernu. Marey með fína vörnina, finnur Ernu Björt. Unnur Ýr leggur á stað upp hægra hornið en Erna nær ekki að finna hana. Selma hins vegar kemur boltanum á Lilju. Lilja reynir sín að finna Unni, gengur ekki. Marey setur hana fram á við yfir Lilju. Og Marey sultuslögg tekur hann niður hérna. Lilja Björg snýr af sér. Sunnefu kemur sér með boltan inn á tegin en Elinóra kemur út úr markinu og hirðir hann. Ylva með fína pressu. Það er líf í þessu. Þá róast þetta aðeins. Kemur langur bolti fram, Erika upp í hornið, Ásta Fanney í kapphlaupi við Söndru og já, brýtur á henni eða hvað? Nei. Ekkert dæmt. Og innkast sem að framliðið fær. Marey spilnir þessu út úr vörninu, finnur Lilju Björg. Lilja tapar boltanum hann í augnablik, fær hann aftur síðan, potar hann til hliðar á Söndru. Unnur Ýr leggur á stað, Sandra sér það. Finnur hins vegar Ernu Björt sem að mætti. Dagbjörn búinn að vinna boltan. Út á Ylvu, Ylva sem er sendingun inn á miðsvæðið og þarna er einhver lendu þar í einhverjum fangbröðurum. Dagbjört og einn úr framliðinu en ekki dæmt en leikurinn stöðvaður. Marey á Dagbjörtu, Dagbjört á Lilju. Lilja nálgast tegin, þær eru ansi grimmar í framhlaupunum hérna. Sendingin inn á tegin, Erna nær ekki að pota honum út, vill fá eitthvað finn sinn snúð þarna en innkast. Engi vítaspyrna þarna. Þá kemur langt innkast væntanlega frá Lilju Björg. Já, ég verð nú að biðjast velvirðingar á þessu hérna rétt á meðan að tengingin datt út hjá okkur. Þá var Unnur Ýr Haraldsdóttir að bæta við þriðja markinu hérna á 42. mínútu. Og ég ætla nú að sjá hvort ég get ekki fundið það hérna. Við getum þá séð það aftur, jú, ég get alveg gert það. Get ég ekki betur séð
Sjáum hvort það kom ekki, jú, hérna það. Sjáum að Unnur fær hér boltan og tekur skotið með vinstri. Þetta bara sláinu inn, frábært mark hjá Unni. Það var ágætt að það virkar eitthvað hérna hjá okkur núna. En frábært mark hjá Unni. Og eitthvað spilna dæmt síðan hér fyrir brot á Lilju Björg. Og það gult spjald að fara á loft hér. Finnst að vera Sunneva sem að fær það. Og þá aukaspyrna hérna á ansi vænlegum stað, Lilja Björg. Eins og ég segi, ég nokkuð sannfærður að ég meina þetta skotfæri fyrir Lilju. Sandra býður sig út í vinstra megin og fær boltan. Sandra síðan komin inn á vítateiginn en frábær vörn þarna hjá Oddnýju. En sendingin beint á Erlu Karitas. Þá róaði þetta niður. Ágætis hugmynd þarna og þessar útfærslu á aukaspyrnunni. Það gekk ekki upp. Dagbjörn með fínan bolta á Unni. Unnur fer á vinstri, komin inn á tein, brotið á henni. Og já, það aftur Sunneva sem að dansa bara á línunni hérna. Þetta brot eitt og sér hefði örugglega verðskuldað guldspjald hefði hún ekki verið komin með guld. Ég ætla að leyfa mér að segja það. En slapp með það. Unnur gerði vel í að komast fram hjá henni þarna. Lilja enn og aftur að taka, þetta er réttu megin fyrir hana. Enn og aftur klárlega skotfæri fyrir Lilju. Og gerir það en skotið er of hátt og yfir markið. Og þá venjulegur leiktími liðinn hér í fyrri hálfleik. Spurning hvort það er einhverju bætt við. Ylva vinnur boltan. Það náar hins að þetta síðan lengra frá, beint á Söndru. Boltinn berst síðan yfir á Þórildi. Þórildur. Ásta í hlaupinu, sendingin inn fyrir of löng og Brúk kemur út og hyrðir þennan upp. Setur hann á Selmu. Selma inn á miðuna á Lilju. Lilja missir hann aðeins frá sér en er sterk og heldur í boltan. Dagbjörn síðan tilbaka. Og þá flautað til hálfleiks hér. Staðan 3-0. Hérna rétt áður en að við tökum okkur hlé að þá ætlum við að kíkja á mörkin. Það var fyrst Ylva Laxdal Unnarsdóttir sem kom skagaliðinu yfir á 31. mínútu eftir frábæran undirbúning frá Erlu Karitas Jóhannesdóttur. Sjáum það hér. Sendingin fyrir markið og Ylva gerir eins og vinstri vængmenn eiga að gera, vera mætt þarna á fjær. Seinna annað markið einnig Ylva á 37. mínútu, mjög áþekkt. Og það Erla Karitas með stóðsendinguna og Ylva klárar þetta vel. Það var síðan Unnur Ýr Haraldsdóttir sem að kom með þriðja markið á 42. mínútu. Við rétt mistum að því í beinni en við áttum það á endursýningunni þannig að við sjáum það hér sláinn inn með vinstri fyrir utan teig. Gerist ekkert mikið betra en það. Og þar við sittur staðan 3-0. Við tökum okkur hlé hérna líkt og aðrir og við ætlum kannski aðeins að reyna að fara aftur og enn einu sinni yfir svona helstu stillingar hjá okkur. En við komum aftur með síðari hálfleikinn hér eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Velkomin aftur með okkur hérna í Akranes höllina. Örn Arnarsson heilsar ykkur á ný. Framundan síðari hálfleikur í þessum leik í Lengjubikar kvenna. Ía Fram, staðan 3-0 í hálfleik. Ylva Laxdal með 2 og Unnur Ýr Haraldsdóttir með 1 fyrir Ía. Engin skipting hjá heimaliðinu og ekki heldur hjá Fram, sýnist mér, í hálfleik. Þannig að þetta heldur bara áfram. Skalið var nokkuð lengi að brjóta ísinn en eftir að það tókst á endanum að þá svona brustu einhverja smá flókáttir í framvörninni og Skalið gekk á lagið. Já, Framarar byrja hérna af krafti. Oddný með boltan fyrir markið. Það bara fyrsta markið hjá Fram hér bara eftir 19 sekúndna leik hér í síðari hálfleik. Það Anna Katarina da Costa Bral sem skorar fyrir Fram. Skulum sjá þetta aftur. Byrjar á svona vandræðalegu spili hér í vörninni og Bral með óverjandi skot í fjærhornið. Brúk í markinu á ekki möguleika. 3-1. Og þá bara allt að gerast hinum megin. Ylva Laxdal með skot og bæti við öðru marki. Það skammt stóra högg á milli hér. Já, ég veit ekki hvað, það eru 2 mörk á fyrstu mínútunni hér í síðari hálfleik og Ylva Laxdal að bæta við sínu 3. En ég hef ekki undan hérna. Og 4-1. Maður hefur alltaf undan að uppfæra þetta allt saman. En við skulum sjá markið hennar Ylvu aftur hérna. Það bara tekin miðjan, kemur sending fram í gegn. Ylva potar honum fram hjá Elinoru. Og boltinn lekur yfir línuna og já, þetta að breytast í einhver bortennis hérna. Já, hérna, ég eiginlega bara hálf orðlaus. Sjáum þetta staðfest hér. Og þá það Skalið sem að sækir en Framarar vinna boltan. Auður út á Þórildi. Þórildur nær ekki. Þetta á Sunneva fyrirgefi. Ylva búin að vinna boltan fyrir Ía. Tilbaka á dag. Á við gríðarlega margar. Unnur Ýr með boltan fyrir markið. Ylva með rétt missir af boltanu. Lilja Björk fer í skotið og bæti við 5. markinu hér. Já, nú veit ég ekki hvort að þið mistu þetta úr en það var að bætast við mark hér. 5-1. Lilja Björk Ólafsdóttir að bæta við marki hérna á 48. mínútu. Skulum sjá það aftur. Það allt að gerast. Ylva rétt missir að bolla. Já, þá erum við komin í loftið aftur. Staðan 5-1. Þvílík byrjun hér á síðara hálfleik. Það tók okkur 42 mínútur að fá 3 mörk í fyrri hálfleikinn en það tók okkur einhverjar 3 mínútur að fá 3 mörk í síðara hálfleikinn. Og hér kemur boltinn í gegn. Unnur Ýr dæmd rangstæð þarna.
Frambúið að vinna boltan. Oddný finnur ekki samherja. Selma gerir það eins og þar. Unnur Ír á sprettinum hérna. Frábær snúningur hjá henni. Kemst fram hjá Auði. En fín hjálpavörnanda hjá Sunnefu. Og sem að vinnur síðan innkast. Það var alltaf við því að búast að fá mörkið innan leik. Selma finnur ekki samherja. Guðlaug á Oddníu sem að halda honum. Erla Karitas með fína pressu. Lilja, Sandra með henni hérna úti vinstra megin. Ylva líka. Sandra fær síðan boltan hér. Sandra með sendinguna inn á teiginn. Skallað áleiðis. Og síðan það Auður Erla sem að kemur boltanum frá. Unnur á Dagbjörtu. Hún og Erlu Karitas sem fer í skotið en það yfir markið. Ía vill fá horn. Ekki dæmt. Við getum kannski séð þetta aftur hérna hvort að það hafi haft eitthvað til síns mál. Sen að sjáum við boltan berast á Erlu Karitas. Já, flugið á boltanum alveg þannig. Erna nær ekki að halda þessum inn á. Anna á undan í þennan. Bral við það að komast í boltan, gengur ekki. Mari síðan sendi ekki fram á það Unni sem að leggur hann á Dagbjörtu. Dagbjört missir hann. Kristín Gíða vinnur á henni boltan. Kristín aftur komin á boltan hérna. Anna pressar á hana. Sem og Dagbjört. En hún að koma boltan tilbaka. Sandra með frábæra tæklingu hérna. Finnur ekki samherja þó. Sendingin út til vinstri. Það Þórhildur Elín. Sendir hann síðan inn fyrir. Það Ásta Fanney. Hún dæmd rangstæð. Arnþór á línunni alveg með þetta. Á tæru. Vel staðsettur. Þarna. Dagbjört tilbaka á Lilju. Lilja gerir þetta vel. Fýtt sprettur hjá henni hérna. Fer í skotir hreinlega hérna mjög löngu færi en þetta allt of auðvelt fyrir Elínoru í marki Framara. Elínora spyrnir frá markinu. Marey vinnur hann fyrir Ía. Kemur með hann fram. Lilja. Erla Karitas komin út vinstra með núna, leggur þetta inn á teiginn. Ylva, hún dæmd rangstæð. Ég held að þetta hafi verið rétt. Gleymdi nú svo sem að taka fram hann. Lokatölur hjá Stjörnunni og Ía voru 3-0. Þýðir það að Ía kemst ekki upp úr þessum riðli. Sem var kannski ágætt, þeir verði ekki eins og á landinu þegar undanúrslit verða spiluð, þannig að það var kannski ágætt að svona huggun harmi gegn. En ekki það, það ennþá svolítið í land greinilega til þess að komast að þessum, já, topp 5, topp 6 liðum á Íslandi fyrir strákana. Lilja, hún fer í skoti hér og Elínora slæðir þetta yfir, frábært skot hjá Lilju. Óhrædd við að sveifla þessum eitra vinstri fæti. Sjáu þið færið, hún og skotin hitt með hann. Elínora gerir vel í að komast fyrir þetta. Og Lilja
Kemur sér það át í hornið og tekur hornspinnuna. Inn á markteginn, siglir í gegnum allan pakkan og það er síðan framar sem koma þessu frá og í innkast. Þá er skipting hjá framliðinu. Hver er það sem að fer að velli? Það er nú enginn að gera sér líklega í það. Jú, það er leikmaður númer 21 Svava Björk Hölludóttir sem að fer að velli. Og sjáum hver kemur í hennar stað. Kemur í ljós Von Bráðar. Kemur inn á miðuna. Það er leikmaður númer 10 Ólöf Ragnarsdóttir. Anna vinnur boltann Ría, Marey, Anna aftur. Lilja finnur Ernu, Erna snýr. Missir síðan boltann aðeins frá sér. Og Framar að koma þessu frá en ekki langt. Erla Karitas. Út á Selmu. Þá Unnur. Erla Karitas reynir að finna Unni aftur í hlaupinu, gengur ekki. Og Framar að ná að koma þessu frá. Það er Brall. Lilja Björk vinnur tilbaka, heyrðir að henni boltan. Sandra út á Ylfu. Sandra liggur Skagalinn og sjálfsögðu ekkert á. Anna Þóra tilbaka á Brúk. Ann Jones. Ekki mikið mætt á henni, enga til í leiknum. Nýja markverði frá Bandaríkjunum. Fyrir áhugasama þá er þetta 22 ára gamall leikmaður. Það er gert hjá Selmu, kemur á Lilju. Lilja fær bara aftur í skotið, hún er greinilega með eitthvað skotleyfi frá Magneu. Magnea var nú mikill og góður skotmaður sjálf á sínum tíma. Og eftir mjög óstaðfestum heimildum hefur skoraði eitt af allra sneggstu mörkum í sögu íslensk fótbolta þegar hún skoraði eftir 5 sekúndna leik hérna á Akranesvelli í fyrstu deild kvenna fyrir nokkrum árum síðan. Hann var einhvern tíðan fljótlega upp úr aldamótum ef ég maður rétt 2004-05 eitthvað sluðis, man ekki nákvæmlega. En er Ylva við það að vinna boltan. Brall tekur við honum hérna. Finnur að finna samherja fyrir fram, hann gengur ekki. Framliðið er náttúrulega mikið stór partur af því djúpt tilbaka. En Skagaliðið á móti gríðarlega ákveðnar þegar þær sækja að marki fram. Og vel spilað hérna hjá Erna á Unni, nei Sunneva kemst á undan. Þau eru snöggar að taka þetta. Erna komin upp að endamarkinu, leggur hann út í teginn. Ylva rétt missir á hann, Sandra kemur í skotið og bætir við 7. markinu. Sandra Ósk Alfreðsdóttir, bakvörðurinn, að bæta við 7. markinu. Frábær aðdragandi að þessu, snöggar að taka innkastið. Ylva rétt missir að þessu, hún er líka komið með alveg nóg mörkum en Sandra Ósk Alfreðsdóttir að koma sér á blað hér. Markið á 60. mínútu.
Það er árið, þannig að við þurfum að skrolla textanum hérna til þess að koma þeim fyrir 6-1. Það er halda áfram, Unnur með boltann inn á tauginn. Erla Karítas, lúrir þar, skotið, nær ekki kraft í það. Fekk hann óvænt þarna. Og þá er leikur stöðvaður hér. Hvort það er einfallega bara krampi hjá Eriku Rún fyrirliða. Já. Elinóra spyrnir hér út til hægri á Oddnýju. Sendingin tilbaka er ekki nákvæm. Bral fær boltan hér. Það var Kristín. Finnur ekki Samherja, beint á Lilju. Vilja færa hann aftur frá Ernu. Lilja ansi spræk hérna, hann er að snúa, Dauðlangar í enn eitt skotið, sendir hann út til vinstri á Ylva síðan með boltan inn á fjársvæði, þar er ráðist á boltan, boltin liggur laus í tegnum hérna og Framar að ná að koma þessu frá og það er Oddný sem að tekur við honum þar. Framhjá Söndru, tapar boltan hann í augnablik, þarf að snúa við Dagbjört með fína pressu og boltin tilbaka á Guðlaug með snúning. En pressan að skila sínu hérna hjá Ía. Kaja, fína snúning, reynir fyrir gjöfina, beint í Oddnýju. Það er ná svo að koma þessu frá. En Skalið ekki undir neinni pressu hérna. Spurning hvort það er einhver, hreinlega munur á bara úthaldi. Það hefur fundist þær vera að koma ansi sprækar Skagakonur til leiks hérna á nýja ári. Greinilegt að þær eru í fínasta formi hjá Magneu. Boltinn tilbaka á Brúk. Hún út á Söndru. Það var einmitt munurinn sem við sáum á fyrir rúmri viku gegn Hamri. Að Skagaliðið virtist vera í mun betra formi. Og það sama erum við að sjá hér. Eftir sem að líður á leikinn, þá verður þetta þyngra og þyngra fyrir bláa liðið. Unnur. Nær fyrirgjöfinni, boltinn berst alveg yfir á Ylvu úti í tegnum vinstra megin, skot í varnarmann og þar er það í netið og Ylva Laxdal bara getur ekki hægt að skora hérna. Ég er ekki viss að segja einu svona að reyna en það er bara fjórða markið hennar hér og það á 64. mínútu. Sjáum þetta hérna, ekkert við þess að gera hérna í markinu. Ylva fekk, þá er tvöföld skipting hjá Skagaliðinu. Og það er Sunna Rún Sigurðardóttir, hinn unga að koma inn á og Kolfinna Eir Jónsdóttir. Tveir yngstu leikmennirnir í hópnum hér í kvöld. 2007 og 2008 mótil takk eftir því. Komu inn í leikinn gegn Hamri hérna fyrir rúmri viku síðan og stóðu sig með mikilli prýði. Komur hreinlega inn á til þess að láta þessi kveða. Ég er alveg viss að það gera það aftur hér í kvöld. Einnig skipting hjá Fram. Tvöföld skipting sýnist mér. Það er Þórildur Elín sem að fer að velli önnur þeirra. Nú rétt misti ég að því hver hinn var. Nei, hérna er hún. Erika Rún Heiðarsdóttir kemur að velli einnig og við sjáum hverjar koma í að þeirra stað hérna eftir augnablik.
Það fín pressa hérna á Dagbjörn. Kolfinna með snúningin, reynir að setja hann í gegn, gengur ekki. Það er komin inn á leikmaður númer 37, Sóley Rut Þrastardóttir. Reynslu bolti í liði Framara. Ekki að það er búin að koma og leikmaður númer, búningu númer 14, það er nú enginn þannig á skýslunni, þannig að ég verð bara því miður að viðurkenna það, ég get ekki staðfest hver það er. Skaginn búin að vinna boltan. Kolfinna fær boltan hérna inn fyrir. Kolfinna ákveður að hætta við fyrirgjöfina og hann fær aukaspyrnu hérna. Hún sé ekki meidd þarna, heldur þó hnéð á sér sýnist mér. Þetta er ekki góðar fréttir, nýkomin inn á. Magnea kemur inn á til þess að athuga með hana. Það var eitthvað pínu skrítið hvernig hún við getum náð þessu aftur hérna. Þessi snúningur, það er eitthvað skrítið átak sem að kemur á fótinn á henni þarna á hnéð. Þetta lítur ekki vel út. Hún er stutt hér af velli Kolfinna og við bara verðum að vona að þetta sé ekki alvarleg meiðsli. Kolfinna klárlega eina efnilegri leikmenn sem að hafa verið að koma upp í gegnum kvennaboltan hérna á Akranesi síðustu, ansi mörg ár. Kemur spyrnan inn á fjær. Unnur Ýr nær ekki að taka, nær ekki skotinu. Ylva fer síðan í skotið. Það er ná að stoppa það. Sunna gerir vel, vinnur boltan nánast en vinnur innkastið allavega. Þá er önnur skipting hjá Skagaliðinu. Það er væntanlega Kolfinna Ýr sem að fer af velli. Já, þetta var stutt gaman hjá Kolfinnu, því miður. Og inn á í hennar stað kemur leikmaður númer 72, Katrín María Ómarsdóttir. Litlu eldri, 2005 mótilið, en þó aðeins. Ylva með boltan inn á fjær, Unnur Ýr. Selma vildi fá hann hana, skotið. Selma kom á sprettinum, en Unnur ákvað að skjóta sjálf hérna, enda í ágætis færi. Sjáum Selmu hérna bjóða sig, en Unnur ákvað að skjóta sjálf, en yfir markið. Frábær pressa hérna hjá Katrínu, en markspyrna dæmd. Úrslit þessa leiks náttúrulega löngu ráðin, bara spurningin orðið hversu stór sigurinn verður fyrir Skagaliðið, og eru þá að tryggja sér annan sigurinn hérna í röð á heimavelli í þessum lengi bikar. Sendingi tilbaka hérna á Brúk, erfið, setur hann bara út til hliðar. Sandra nær ekki þessum bolta, kom ágætis pressa hann allt í henni á framurum. Bral á
Þórdísi með Oddnýju fyrirgefi. Spila tilbaka. Þar það Sóley og Sunneva. Og Kristín, henni sendingun upp í hægra Oddnýju. Ylva les það. En það búin að vinna boltan aftur. Bral nær ekki að finna Oddnýju þarna. Dagbjörn gerir þetta virkilega vel. Sterk þarna. Sunna tilbaka á Mareyju. Marey á Unni. Unnur átti að fá þennan aftur þarna frá Selmu. Gekk ekki upp. Fín pressaði á Sunnu Rún. Vinnur innkast. Þá sýnist mér, nei það ekki tilbúin skipting hjá framarum. Marey á Dagbjörtu og Selma reynir að þræða hann í gegn, gengur ekki. Dagbjört búin að vinna boltan aftur, finnur Sunnu. Sunna með skiptinguna yfir til vinstri. Ylva þannig og elda þennan, þessi aðeins og langur að hvað? Nei, Ylva lagst allt nær þessu. Ylva fer með hann á hægri, kemur hann inn á teiginn. Sandra hyrðir hann upp hérna út í vinstri megin. Sunna duglega að bjóða sig. Ylva rekinn tilbaka, finnur Mareyju. Mareyju á Dagbjörtu. Dagbjört, henni döðlangar í skotið og lætur vaða, en þetta ansi frjálslegt færi. Greinilega að telja að það eigi að koma boltanum að þessu færi fram hjá Elinoru í markinu, en hún hefur nú séð við flestum af öllum þessum langskotum af þessu færi, þó svo að Unnur Ýr hafi nú skorað utan teiks. Sunna með frábæran sprett hérna, setur hann sig upp í horni á Unni. Unnur, Sunna bauð sig aftur út í horninu, nær ekki að fá þennan bolta. Koma framarar. Oddný. Anna Þóra, gríðarlega vel gert hjá henni. Virðast ná ágætlega saman hérna í miðverðunum Anna og Marey. Spurning hvernig hvort að Jacqueline Purcell nái að svona koma sér inn í liðið þegar að svona fram í sækir. En man nú ekki betur en að hún hefði nú sé nú reyndar meitt. Katrín upp í hornið á Ylvu. Ylva þannig að elta þannig svolítið, nær honum. Ylva gerir þetta virkilega vel, komin hérna inn á markteginn, það koma boltanum frá. En það bolti í dómara, þýðir að boltin látin falla, en það Skaliði sem á að fá boltan hins vegar. Þetta alveg skýr regla, en þarna hefði nú alveg mögulega geta beitt bara hagnaði. Kemur þetta fína marki á Erlu Caritas, en búið að flauta. Þarna var Oddný ekki alveg með á reynu, hún fór bara beint í pressuna hana. En það Skaliði sem á að fá boltan. Sandra með boltan, finnur það Erlu Caritas og hún ætlaði nú örugglega að tía upp fyrir annað skot. Sunna fyrir skotið og þetta rétt fram hjá markinu. Sunna Rún, fínt skot hjá henni, fram hjá markinu þó. Markspyrnan frá frömmurum. Sunna búin að vinna boltan, snýr vel en missir boltan þó. Marey grípur vel inn í þetta hérna, finnur Erlu Caritas. Erla Caritas út til hægri á Unni. Nei, þetta Dagbjörn sem hana, sýnist mér. Hún með sendinguna fyrir. Nei, þetta var Unnur Ýr, ég veit ekki hvað að mér. Þetta Dagbjörn hins vegar. Gerir þetta vel, búin að vera frábær í þessum leik Dagbjörn. Sunna út til hægri, Unnur. Þetta var erfið sending. Og Unnur gríðarlega grimm hana, en nær ekki að vinna boltan. Selma kemst fyrir þetta. Korter eftir að venjulegum leiktíma hérna.
Anna vinnur boltan fyrir Ía. Kemur hann á Ylvu. Ylva tilbaka á Önnu. Núna á Marey. Marey út á Selmu. Selma upp í horni á Unni sem hefur ágætis pláss hérna. Leggur á stað, kemst fram hjá einni upp að endamörkum. Setur boltan fyrir en Elínóra grípur vel inn í þetta. Sem að Kolfinna liggur ennþá utan vallar. Alls ekki góða fréttir. Ekkert dæmt hérna, syndist nú vera brotið á bragðhæðina. Oddný búin að vinna boltan. Marey eldir hana eins og skuggi og þarf þó að gefa horn. Sjáum hérna. Það verður væntanlega að bíða eftir sjúkrabíl fyrir hana. Það er ekki gott. Ég er ansi smeykur að þarna sé einhvern alvarleg hnémeiðsli að ræða sem eru alls ekki góða fréttir fyrir neinn. Og en hún er unga árum, vonandi þar á leiðandi með ágætis möguleika á að ná sér. Missir af þessum en Framarar ná ekki að gera sem mat úr þessu. Boltinn tilbaka á Auður spyrnir boltanum fram á aftur. Marey hreinsar þetta frá. Unnur Ýr nær hún að taka hennar með sér. Það gerur hún. Sunna og Katrín með henni, sendingin fyrir aftan Katrínu og Sunna nær ekki þessum boltan, þurfti að snúa við, þarna var komin í rangstuðu. Sandra sendir hann upp í vinstra hornið á Sunnu. Sunna þarf að snúa, leggur hann tilbaka á Ylvu. Sandra Bral fer í baki á henni og aukaspyrna hérna á ansi vænlegum stað. Ég glemdi nú að taka það fram á hana. Lilja Björg fór af velli fyrir Sunnu Rún áðan og það var Erna Björg sem fór af velli fyrir Kolfinnu, en svo Kolfinna sem fór af velli fyrir Katrínu. Það er Erla Karitas núna sem að ég ætla, ef ég væri maður sem stundar veðmál, þá myndi ég setja pening núna og þá Erla Karitas skjóti á markið, en ég er það ekki, tek það fram. En skotið kemur hér og Elínóra missir boltan frá sér og Dagbjörn nær ekki að skora þarna í frákastinu. Gott að það var ekki bara Elínóra sem varði það aftur. Sjáum þetta hér. Boltinn skoppar óþægilega fyrir Elínóru þarna. Jú, hún er að verja skotið frá Dagbjörtu síðan. Sumarún býður sér stutt, fær hann ekki. Kemur boltinn inn á teiginn. Katrín síðan í skoti en það er himinhátt yfir. Já, ég hef látið að hafa það eftir mér að þessar aðstæður sem að meistaraflokkur kvenna er í akkurat núna hafa fallið úr lengjudeildinni fyrra. Þetta er að sjálfsögðu, auðvitað er þetta fúlt og allt það, en þetta engu að síður opnar greiðari leið fyrir unga efnilega leikmenn að fá að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki. Og við erum að sjá það bara hér í þessum undirbúningsleikjum hérna að þetta er dýrmæt reynsla fyrir þessar ungu stelpur sem er að koma að reyna að brjóta sér leið inn í meistaraflokkin. Hér er einn þeirra, Dagbjörn með sendinguna fram á við, en það er ná að sjá við þessu. Framarar Oddný fær hann þarna frá Ólöfu, en Skalið verst þessu vel. Anna Brúklangar var með, fær hann hérna og þá Marey. Katrín út á Selmu. Selma síðan reynir að læða honum upp í hornið. Það er búin að skipta kant núna, Ylva og Unnur Ýr. Ylva úti hægra megin. Katrín aftur á Erlu Karitas sem hún missir boltan út af. 10 mínútur
tæpar eftir. Kemur skiptingin yfir til hægri, Árni tekur við honum hérna. Erla Karítas búin að vinna boltan fyrir Ía. Sunna reynir að setja hann aftur upp í hornið og Erla Karítas ágætis hugmynd en það voru ekki alveg á sömu blaðsíðunni. Frábærlega gert hjá Sunnu, Sunna búin að vinna boltan hérna. Snýr aftur á hægri, setur hann á Erla Karítas potar honum hérna út á Katrínu. Katrín skilur hann eftir fyrir Dagbjörtu sem fer í skoti en þetta er beint í Sóleyju. Skalið búið að vinna boltan aftur, Katrín reynir fyrirgjöfina en það er komast fyrir þetta. Auður sýndist mér Dagbjört á Sunnurún. Sunna kemur boltan minn á tegin, þær koma þessu frá. Marey kemur langt hérna, skiptir í fyrsta yfir til vinstri og Unnur upp að endamörkum. Reynir að koma honum fyrir marki, gengur ekki. En Skalið búið að vinna boltan aftur, Dagbjört á Sunnu. Sunna snýr, horfir á möguleikana, Selmi langar í skotið fyrir í varnamann. Þetta er ótt svona, þegar staðan er svona, það langar öllum einfaldlega bara að skora mark. Og ég fyrirgef Selmu það alveg. Sandra búin að skora 1, bakverðinum hinum einn. Já, kannski finnst Selmu bara að hún eiga fullt erindi að gera það og að sjálfsögðu er það þannig. Bral, gríðilega sterk hérna, ekki dæmt hins vegar. Kaja reynir að setja hann aftur fyrir sig hérna inn fyrir, gengur ekki, fær boltan aftur. Á Katrínu. Katrín, fín pressa hjá frömmurum. Bral tilbaka á Ástu en Skalið búið að vinna boltan aftur, Katrín en það er svo Dagbjört á Katrínu sem hann nær ekki að taka með sér. Þessi pressa hjá Ía er eitthvað sem þetta framlið ræður illa við. Ylva sendingin fyrir aftan Unni. Það er svo Bral hérna á Ólöfu. Sem boltinn út til hægri á Oddnýju. Kemur utan á hlaupið hérna, sendingin löng fram á við. Komin þreyta í mannskapin hérna. Og Anna Þóra neglir þess upp í stúku. Þá er skipting hjá Skaliðinu. Það er Marey Edda sem að fer af velli og Arndís Lilja Eggertsdóttir að koma inn á. Arndís Lilja 19 ára. Marey 18 ára, þannig að sjáu það, þetta er algjörlega að styðja það sem ég var að segja hérna áðan. Marey búin að vera mjög fín í þessum leik, alveg eins og hún var hérna gegn Hamri. Ég held að þetta eigi eftir að Skalið eigi eftir að búa að þessu næstu árin. Unnur með langa bolta fram. Og Skalið er búið að vinna Inga. Sóley náði ekki að ráða við þennan bolta. Það er Sandra sem kemur og tekur Inga stið. Sunna og Katrín svolítið þröngt þarna. Sandra skoða möguleikana, lyftir þessu inn í áttategnum. Erla Karítas að taka hann með sér en það komast síðan þessu frá. Sunna með fína snúning hérna, missir boltan. Ágætlega spilað hjá frömmurum hérna en Anna Þóra kemur síðan og truflar. Þá kemur skipting hjá Fram.
af velli kemur leikmann nummer 6 Kristín Gyða Davíðsdóttir. Inn á kemur leikmann nummer 19 Alma Dögg Magnúsdóttir Acosta. Það er 4 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Kemur markspyrnan. Dagbjört vinnur boltan fyrir Ía. Finnur Erlu Karitas, hún á Sunnu Rún. Sunna nálgast vítateiginn, fer í skotið, þetta er fast rétt fram í markinu. Fínasta skot hjá Sunnu. Önnur skottilurinn hennar hérna fyrir utan teig. Við sjáum þetta aftur hérna. Það er bara eitt í huga hennar þegar hún fær boltan hérna frá Kæju. Kemur sendingin upp í hægra hornið. Þetta er fínasta hlaup hérna hjá Oddnýju. Vantar bláar inn á teiginn, kemur boltinn fyrir. Það er Brúk sem að grípi þennan. Ágætis sprettur hjá Oddnýju, búin að vera mikið í boltanum fyrir framara. Unnur Katrín vill fá hann upp í hornið, fær hann. Fínasta vörn þarna hjá Sólu. Enda með því að Fram fær innkast. Skaginn búinn að vinna boltan aftur. Það hefur hins vegar ekki komið mark síðan á 64. mínútu. Þrátt fyrir mikla yfirbyrði hérna Unnur í með boltan út í teiginn. Það er ná að koma þessu frá, enda framliðið búið að leggjast ansi djúpt. Hérna síðustu 20 mínúturnar eða svo. Og innkast sem að Skaginn á. Sandra með innkastið. Sóley kemur þessu frá. Ólöf fær hann aftur hérna. Dagbjört, gríðarleg baráttu í henni. Bral reynir sendinguna blind hérna upp í hægra hornið. Fínasta hugmynd, gekk ekki. Katrín tilbaka á Sunnu. Sunna inn fyrir vörnina. Það er Ylva. Þessi er á framalega fyrir hann eða hvað? Nei, Ylva nær honum. Og framarar komast fyrir. Ylva. Mínúta eftir, ég er nú ekki viss um að verði miklu bætt við hérna. Nema að verði þessar típisku 3. Svo sem ekki ólíklegt. Acosta gerir þetta vel. Brúk kemur út úr teignum. Sandra ná Söndru. Sandra nær ekki að taka með sér hérna, ósatt með sig hérna. Sandra Ósk. Það er komið að því að ég velji Skagamann leiksins eða Skagakonu leiksins, og ég held að því miður að fyrir alla hlutaðeigandi aðra en hana að þá er bara ekki hægt að ganga fram hjá mannesku sem skorar 4 og hefði hæglega getað skora fleiri. Það er vítaspyrna dæmt hér. Ylva Laxdal Unnarsdóttir, ég var rétt í þann mund að kjósa hana mann leiksins þegar að frömmurum er dæmt vítaspyrna hérna. Held að þetta sé lítið við þess að segja. Ardís fer hérna í bakið á Oddnýju, sýnist mér. Ekkert við þess að segja. Þá er spurning hvort við fáum að sjá Brúk í ham hérna. Það er Bral sem að tekur spyrnuna, eða er að búa sig undir það, sýnist mér. Nema Oddný, það eru nú 2 hérna. Jú, Oddný fær að taka þetta.
Myndi nú alveg kóróna fínasta leik hjá sér ef hún að skora úr þessu. En Brúk verið þetta frábælega varið og stimpla sig inn hérna. Frábært að byrja svona. Þetta eflir sjálfstraust væntanlega hjá Brúk. Sjáum þessa frábælega, þetta er ekkert auðveld spyrna. Þetta er vel út í hornið. Þetta er alveg út við stöng, en hún bara lesi þetta frábælega gert. Í uppbóta tíma. Þetta er almennilegt. En Fremurum dauðlangar að bæta við marki hérna. Hefði hæglega geta gert það hérna. En verður bara að segjast að þessi úrslit eru fullkomlega sanngjörn. Unnur Ýr hérna miklum spretti. Unnur Ýr með skotið fram hjá markinu. Og þar með er flautað til leiksloka. 7-1 stór sigur ÍA í Höfn. Löngu í Höfn auðvitað. En algjörlega sanngjarn sigur. Og það tók þó töluverðan tíma fyrir Skagaliðið að opna markareikningin. Við skulum byrja á að skoða hér. Fyrstu 2 mörkin voru Ylfu Laxdal Unnarsdóttur sem að eftir frábæran undirbúning Erlu Karítasar hérna mjög áþekk mörk, verður að segjast alveg eins og er. Og síðan annað marki kom hérna á 37. mínútu, mjög áþekkt. Fyrsta markinu Erla Karítas upp að endamörkum leggur hann fyrir og Ylfa mætt á fjær. Síðan var það Unnur Ýr Haraldsdóttir sem að bætti við 3. markinu á 42. mínútu með skoti hérna fyrir utan teig. Ja, frá vítateigslínu með vinstri í slann og inn. Frábært mark hjá Unni. Og síðan var það Anna Katarína da Costa Bral sem að minnkaði munin í 3-1 eftir einhverjar sekundur í 19 sekundur eitthvað svoleiðis í síðari hálfleik. Eftir smá vandræðagangi í vörninni. Oddný vinnur boltan og kemur boltanum á Bral. En nokkrum sekundum síðar áður en að 47. mínútan var liðin. Hérna sjáum við að þetta er bara eftir miðuna, kemur löng sending í gegn á Ylfu Laxdal sem að næra læðunum fram hjá Elinóru í markinu og svarar þessu bara hæl. Síðan á 48. mínútu var það Lilja Björg Ólafsdóttir sem að bætti við 5. markinu. Kemur hérna inn á fjær með fast skota á nærstöngina. Þetta var ekki búið. Á 60. mínútu Sandra Ósk Alfreðsdóttir bætti þá við 7. marki ÍA. Gerir þetta fanta vel. Bakvörðurinn Knái. En Ylfa Laxdal var ekki alveg búinn. Hún bætti við sínu 4. marki og 7. marki ÍA á 64. mínútu. Þurfti 2 tilraunir. Nei, hún þurfti það ekki neitt. Skot í varnarmann og yfir Elinóru í markinu. En ég eiginlega get ekki annað en sýnt ykkur aftur frumraun. Brooke Ann Jones, nýr markvörður ÍA sem varði víti hér í uppbóta tíma. Frábælega og læta fljóta með hérna. Oddný Sara Helgadóttir með ágætis víti út við stöng. En lesið af Brooke og þar við situr 7-1 sigur. Byrjun ÍA í þessum Lengjubikar C-deildinni ansi góður hér þetta vorið en við fyrir að segja þetta gott. Örn Arnarsson heiti ég, þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina hérna. Eins langar með að þakka Ingimar Elvari Ágústinni fyrir hans störf hér í undirbúningi, útsendingar og við myndatökuna. En þangað til næst og það er bara skal ég segja ykkur annað kvöld stórslagur í körfunni ÍA Skallagrímur Vesturlands slagur af bestu gerð. Við verðum að sjálfsögðu með hann í beinni og leikurinn hefst klukkan korter yfir 7, ekki missa því. En þangað til, þá bið ég ykkur að hafa það sem allra best. Takk fyrir okkur.